Ég held að sigur á móti Úkraínu í kvöld, bara gerðu nóg til að vinna þennan leik. Já, við gerum eiginlega bara allt sem þurfti að vinna þennan leik. Þetta var ógeðslegur leikur. Ég bara held ég langt sem ég spilaði svona kaotískan leik bara. Þannig að við erum bara mjög ánægðir að fara á velli með sigur. Hvað gerði þennan leik svona ógeðslega? Sko, mér fannst þessar nýju reglur, það var bara, sko, ég held að dómararnir fóru alveg vitlaust með þær af því að hvoru hliðið var að tefja og þar voru alltaf bara áður en fengum boltinn bara 5 sekúndur. Þannig að einhvern veginn endaði þetta bara alveg bara fram og tilbaka hjá báðum liðum og já, bara chaotic og svo líka náttúrulega, þú veist, boltinn ótrúlega, þú veist, já, bara fram og tilbaka. Ég get ekki lýst þessu öðruvísi en þetta bara einhvern veginn var boltinn bara fram og tilbaka, dómarinn ekki með undir kontról á leiknum og já. Þessar nýju reglur kannski ekki alveg að hylla þig að kannski dómarinn að mistúlka þær eitthvað? Já, mér fannst dómarinn mistúlka þær algjörlega af því að hvort liðið var að tefja og þetta á að vera þegar liðið er að tefja og hún er að telja 5 sekúndur í Úkraínu sem obvísli ekki að tefja, þær vilja skora. Þannig að já, mér finnst að þurfa aðeins að gera betur í rammagerðum þessar reglur ef að við eigum að hafa skemmtilegan fótbolta til að horfa á því að ég get svo svarað, getur ekki verið gaman að horfa þennan leik. Hvernig bara fannst þér að spila leikinn? Það tók sérstaklega eftir í fyrri hálfleik og þú veist ansi mikið af höggum. Já, það voru náttúrulega mjög grófar sko. Ég misti alveg smá hausinn hann einu sinni en sem betur fyrir voru liðsfélagar mínir tilbúnar að róa mig niður. En þú veist, það var bara greinilega planið þeirra og mitt var okkar að halda haus og þú veist, ég gerði það ekki einu sinni en restina af liðinu gerði það og annað en við gerðum það bara vel. Kannski einn tæklingan í fyrri hálfleiknum þar sem maður bjóst kannski ekki alveg að þú myndir standa upp bara 5 mínútum síðar og harka þetta að þér. Nei, mér brá svo ótrúlega mikið sko, því hún fyrir jöklinn á mér og hnéð mitt alveg yfir herpist sko og yfir spennist, en svo finn ég að mér er ekki illt og þá bara, já, eins og ég segi, brjálast ég smá. En náður róa mig niður og halda áfram. Það er bara eins og við segjum, bara greiðlega sterkt að koma inn og klára þetta bara með 3 stigum. Já, bara ótrúlega mikilvægt skref fyrir okkur, þú veist, þetta var alveg, já, mjög mikilvægt 3 stig, þú veist, nú erum við komið með 6 stig og það er 0, þannig að, já, væntanlega öruggt 3. sæti sem var markmið okkar fyrir þennan glugga og já, þannig að bara mjög ánægður. Núna erum við skrefið nær HM. Já, þetta er allan skrefið rétt átt, þannig að vonandi bara getum við tekið næsta skref fram á við. Takk fyrir að þú tók gangu þér. Takk fyrir.